ég verð að biðja að aðdáendur Frey afsökunar þessu. Klukkan orðin 4 mínútur yfir 4 og við Hjörvar höfum ekki eins og heilsað upp á hlustendur í dag. Þetta er þátturinn FM 95 Blö á FM 957. Hjörvar, hvað segir þú? Hrigalega gott. Það ekki? Þú ert alltaf mjög feskur þessa dagana. Já, ég er rosalega feskur. Já, það er eitthvað með desember, eða ekki? Jú, jólin. Það eru jólin, þú ert mikið jólabarn. Já, ég er búinn að gera allt svona fyrir jólin. Já, þú varst með þess að búin að því bara hérna í þættunum fyrir 4 vikum síðan. Já, búin að baka og þrífa og allan baka. Ég vil nota desember svona til að njóta jólana, heldur ekki hann í eitthvað stress. Já, það er mjög sniðugt múfið þér. Reyndar er það þannig að það er ekki raskat fyrir mig að gera fyrir jólin, sko. Ekki neitt? Ekki matinn, sé ekki neitt, sko. Nei, það er það sama hjá mér, án gríns. Ég gæti ekki eins og... Þetta er jólastress, ég er ekki alveg búinn að kynnast því, sko. Nei, reyndar, ég á eftir að kaupa alla gjafir. Það er kannski eina stressi. Getur þú látið systurina að kaupa það? Nei, Hjörvar, þú lætur ekki systurina versla gjafina fyrir það. Nú, og hvað, kaupir það bara gjöfin handa systurina? Nei, hún kaupir hana sjálf líka. Nei. Jú, ég kaup enga gjöf. Það er ömurlegt. Svona rúla ég bara. Nei, það er bara... Take it or leave it. Hei, á lífið, þetta er bara vitlaus rúlingur það. Svona rúla ég. Svona rúlaru, þannig að þú verslar enga gjöf sjálfur? Enga. Þannig að það er ástæðan fyrir því ég spurði þig hérna fyrir 2 ára síðan hvort við ættum þú Egill að gefa okkur öðrum gjafir og þá spurður mig hvort ég væri að glíma við eitthvað vandamál. Að þú nefndir ekki versla gjöfina? Nei, líka mér er bara fáránlegt að gæja sem er að detta á fertugsaldurinn sem að biðja annan vin sínum að gefa sér jólagjöf. Það er bara fjölga hans í pökkunum. Ég veist nú bara ekkert að því. Það er þetta drullunett að fá pakka, sko. Já, svo er líka til dæmis Dæja systir, við erum ekki, náttúrulega Hafdís Enja, litla frænka, hún les á pakkana, sko. Það væri bara eitthvað kósí við það, bara Auðun til Auðuns frá Hjörvari eða Hjöppa K. Eitthvað núna. Vá, frábært, ok. En herðu við Hjörvar eru með rosalega þátt í dag og ber þar, hæst. Við erum að fara að frumflytja nýtt jólalag. Já. Það verður ekki mikið dýrara en það og ekki mikið harðara jólalag, held ég. Nei, frábært jólalag. Þú segi sjálfur frá. Já. Þú er ekki að velja þetta besta jólalag allra tímum daginn? Jó, hérna Björn Bragi vorum að rífast hvað væri besta jólalag allra tíma? Hvað finnst þér svona besta jólalag? Það er auðvitað Rut Reykjavík og Bó. Finnst þér? Nú á ég jólin með þér. Besta jólalag allra tíma. Það er þetta mjög flott jólalag, en allavega ég held að við getum... Ef þú pælir ekki textan, þá er það geðveiklega. Nú, akkur? Þú veist, hann hélt aldrei upp á jól eða neitt svo leis fyrir þau kynntust. Já, það er kannski svona eins og þú. Kannski ef þú kynnist einhverja stórkostlega stúlku þá ferð þú að versla jólagjafir sjálfur. Nei, læt bara systir mín að kaupa handinni. Nei, hættu þessu Hjörvar. Þú lætur ekki systir þín að versla jólagjafir fyrir þér eins og þú segir orðrétt sjálfur, maður á fertugsaldri. Við erum á svipuðum aldri þó svo þú hefur notað frábærar húðvörur allt þitt líf. Já, það er svolítið fyndið þegar vorum að reyna að kaupa bjór í Bandaríkjunum. Þá var ég alltaf beðinn um skilríki, en þeim varst ekkert sjálfsagðar en að taka peningin frá þér. Við vorum báðir beðnir um skilríki eins og Fridays. Ekki ljúga. Nei, ángríns. Já, var ég ekki beðinn um skilríki Fridays? Segðu alveg satt. Nei, þú varst ekki hættu þessu bulli. Maður er alltaf beðinn um skilríki í Bandaríkjunum. Það er actually, þá er ekki verið að segja og setja svo unglegur. Hvað gæði líka fertugsaldri notar orðið actually? Actually, ég veit ekki hvað ég að segja. Þannig að bara að tala íslensku. Já, hvað ég að segja? Vandaðu málið þitt. Já, hvað ég segja þetta fyrir actually? Já, það fer bara eftir hvað samhengi þú tala. Eins og ég var að segja þarna. Ég bara man ekki hvert samhengi var það, en það var það. Ok. Já, en það er ekki bara hérna nýtt jólalag hjá okkur strákunum í dag. Jú, svo ég talaði eins og jólalag, þá heitir það Jólin, Jólin, Jólin og þetta er svona remake á lagi með Limp Bizkit sem heit Rollin. Já. Og það er gríðalega hartóttur sömu sem að gerðu hérna með okkur FM 95 Blö lagið sem að hérna var einmitt svona auglýsingi fyrir þennan þátt. Það eru strákunir í Stop 1 Go og Sverrir Bergmann aðstoð okkur og svo allir strákunir sem í þættinum. Það verður frumflutt klukkan 4:30 í dag. Svo er hann leiðin til okkar Herbert Guðmundsson, Herb Machine, og maður veit að maður er að gera eitthvað rétt í útvarpið og fær Herbert Guðmundsson til í spjall á ammælisdeginum hans. Kallinn á ammæli í dag, það er nóg að gera í honum. Herðu, hvað segir hann? Hann segir, jú, ég skal kíkja á okkur strákar. Það er ekkert allir sem geta fengið það. Nei. Ég veit að Reykjavík síðdegis og fleiri voru búin að nuða í honum. Hann sagði að maður gleyma því, en hann ætlar að kíkja til FM 95 Blö í gott spjall. Hann er bæði á leiðin í Eurovision annað og svo er líka bara Herbert Guðmundsson þannig típa. Það er alltaf gaman að hitta hann einhvern veginn. Rétt. Hrikalega hress. Svo erum við með, við ætlum að hringi í Brjánbreka. Ok. Og það er eitthvað sem segir mér að hann verði ferskur. Ég ætla að spyrja hann út í, ég held að sé eitthvað að nota nafnið hans á Twitter. Ég er ekki viss þetta sé hann, ég ætla að spyrja hann út í það. Ég held að hann var svona síðasti gæinn til að detta inn á Twitter. Já, en það verður gaman að spyrja hann út í það. Þannig, bara eins og áður hefur komið fram, það er nóg að vera hjá okkur strákunum og ég verði hérna að skila kveðju til þín, Hjöppi. Ég var á Sauðárkróki síðustu helgi, var veislustjórið þar á laugardeginum. Já. Og þar hitti ég konu sem er frá Sauðárkróki. Hún er, ég ætlum að segja ekki 3 eða 4 árum eldri en við, fædd 77, 76 og sko, hún dyrkaði
Já. Og nú er ég ekki að ljúga, hún er potið að hlusta því hún sagðist alltaf, hún reynir að hlusta sem oftast, en hún hlustar alltaf á 50 dögum því að henni finnst, ég og Hjöbbi svo skemmtilegir og Hjörvar er með svo mjúka og sexy rödd, sagði hún var ekki að grínast, hún var reyndar ofurölvi en hún var ekki að fíblast. Nei, hún er að hlusta, hún var ekki ofurölvi en hún var búin að fá sér. Já, það er gaman að heyra, því að sko, ég er eiginlega að norðan líka, sko. Já, nú? Ég er frá Húsavík sem er ekkert svo langt frá Sauðárkróki. Ertu fæddur þar? Nei, ég er ekkert fæddur þar, en ég er það. Já, ok. Ángríns, en annars er ég í Kópavogsbúi, sko. Þannig að hérna, viltu ekki hendina kveðja á Guðrúnu? Rosa góða kveðjur á hana Guðrúnu. Segðu með þessari mjúkri og sexy röddinni. Nei, ekki stríða mér nú. Nei, ég ætla ekki að stríða. Herru, það er komið að, fyrsta jólalagi þáttarins og þetta er Helgi Björnsson ef ég nenni og þetta er að mínum mati, eitt besta jólalag sem að við Íslendingar eigum. Þar til að lagið kemur á eftir. Þetta er fallegt, þetta er kóngurinn Helgi Björnsson með lagið Ef ég nenni. Við strákarnir hérna í F95 blöður konir í, fínasta jólaskap og talandi um jólaskap og þá kom, hvað heitir hann, Þvörusleikir, var hann ekki nótt? Jú. Já, það var jólasveinninn sem að kom og gaf krökkunum í skóinn í nótt en það var hérna fréttin á pressunni sem að sló mig og var hérna mjög, mér svona áhugaverð allavega. Þannig var að, Þvörusleikir, hann gaf krökkunum í skóinn í nótt og sumum gaf hann mandarínur og sumum gaf hann kannski limmið og eitthvað. En hann gaf einum ungum 8 ára dreng iPod. iPod? Já. Var ekki iPad? Nei, iPod. Til að spila tónlist. Já, hvað með það? Hvað með það? Nei, og það er hérna foreldrar í vanda eins og fyrirsögnin og fréttin er og þeir vilja sem sagt fund í skólunum. Þar sem að þá ræða við skólastjórun annað Þvörusleikir. Það er náttúrulega hrikalega ósanngjarnt náttúrulega ef að segjum til dæmis að þú ert búin að haga rosalega vel, Hjörvar. Þú færði mandarínu sem er kannski, eins og ég vil nú meina sé bara sko, þá að gefa krökkum sem að eru búin að vera svona semi-þægir mandarínu. Þetta er að næsti bæri við kartöflu, þannig séð sko. Já, þetta er lélegt sko. Já, það er ekki að gefa þeim happadrennu, ok, kannski spila fíkillir mér að tala það, gefa þeim ég veit ekki, súkkulaði eða eitthvað svona, ef það eru einhverju jólasveinar að hlusta. En það er svolítið ósanngjarnt að þú ert búin að vera rosalega þægur, þú fær mandarínu, svo kemur bara ég í skólan auðvitað degraði bara og herru, hvað fegstu í skóinn? Ég fekk iPod. Já, ég meina, þú veist, ef að náttúrulega, ég veit það ekki, sko. Jú. Myndir ekki minnast ósanngjarnt? Jú, mér Þú ert ekkert típan sem hefði fengið iPod, úr? Nei, ég veit samt ekki, sko, með það, Jú, þetta er nú svona full mikið, sko. Já. Það var í lagi kannski kertasningir í lokin myndi ég gefa iPod. Það er allt annað mál, sko. Þá fekk maður oft bók eða eitthvað spennandi í lokin, sko. Fekstu eitthvað good shit í skóinn þú stingri? Nei, ég meira þess að fekk oftast kartöflu. Ekkert oftast, en ég fekk svona 30% voru kartöflur. Ég var snar vitlaus krakki og ógeðslegur, eða þannig ekki ógeðslegur, en svona bara... Ljótur, já. Nei, ekkert ljótur, ég bara var að glíma við, ég var ofvirkur. Ok. Og átti erfitt með mig. Sko, ég fekk eiginlega alltaf bara drasl í skóinn, sko, nema þarna lokadaginn. Það var bara þannig að það var til einhver nammiskápur heima. Ég vissi alltaf sirka hvað ég var að fá, kannski 5 karamellur eða 1 dæmi eða eitthvað svona drasl. Bara engin metnaðarlegar í þetta. Ok, á hvaða tímabili hætti jólasveinninn að gefa þér skóinn því að hún fannst þess að þú trúðir ekki á hann? Þetta er svona, hvað er það ekki, 7. bekk eitthvað, 11 ára, 12 ára. Já, alltaf það passar. Það er svolítið kjánalegt að mæta en þá að fá skóinn. Ég held að allir hafa bara hætt á saman tíma, sko. Já, það var svolítið þannig. Það vissu líka allir að þetta væri kjaftaði svona fljótlega, sko. Já, passa að fara það. Já, ég veist hvað við, þetta væri bara ekki Ekki máli lengur að skrifa til jólasveinsins. Nei, akkurat. En ég þarf reynda sjálfur núna stundum að gefa skóinn, sko. Já, þetta en ég mann sann sko þegar ég var yngri þá var það ekkert endilega hvað ég fekk, ég var bara alltaf spenntur að sjá hvað, ég er náttúrulega hrikalega forvitin að eðlisverið, það var svolítið en svo getur líka vel verið að sko foreldrar þessi 8 ára gæja vilji bara, hafi langa sjálft í iPod og, réttlætt gjöfuna þannig. Já. Ég er til dæmis alveg til að gefa syni mínum iPad eða, Galaxy Tab frá Samsung líklega í jólagjöf, þá ætla ég að nota það. Skilur hvað við? Akkurat, þetta er svona Homer bowlingkúlan. Ég er að segja það, menn geta gefið konu sinni kannski áskrifta stöð 2 sport 2 í jólagjöf, þá njótaði líka gagsaði sjálfur. Já, þú ert þannig típa, þú vilt gefa jólagjöf sem þú getur nýtt þér sjálfur. Það er alltaf ekki verra. Nei, en já, þetta var alltaf þannig, það var Herbert Guðmundsson, afmælisbarnið maður, hörpum sín, hann er mættur. Þannig að gefa iPod í jólagjöf, ég veit ekki með það. Nei, jólagjöf í skóinn. Já, það er lélegt, það er bara þannig, og ef það er einhverju foreldrar að nota þá sem eru í góðu sambandi við jólasveina, þá hvetjum við ykkur nú til þess að, ræða við jólasveinum og gefa eitthvað svona sangjant. Eitthvað kannski á leiðinni heim í þingunni bara á bensínstöðu eða eitthvað. Kannski ekki alveg iPod, fjandinn. Herðu, við skulum fá eitt rólegt og fallið hérna, Wherever You Will Go með Charlene Sorea og svo er Herbert Guðmundsson sem á afmæli í dag, mættur inn í stúdíóð. Við ætlum að ræða við kauða.
þetta eru fallegir tónar hérna á þessum 5. degi. Þetta er full rólegt með að við hver er komin í stúdíóið því að stuðkallinn og stuðboltinn The Herb Machine, Herbert Guðmundsson er mættur. Vertu velkomin, Herbert. Já, takk. Hvað segir kallinn? Bara aldrei verið betri. Það ekki? Til hamingju með afmælið. Já, takk fyrir það. Afmæli í dag, maður. 31. Já. Það mætti á Rúfi í morgun út með gítarinn og tók afmælisöngin og allt fyrir lið. Nó. Já. Herði, það er hérna talandi um Rúf. Þetta er náttúrulega stærstu frednar og ég er búinn að vilja fá þig hérna í stúdíó síðan ég heyri þetta. Kallinn á leiðinni í Eurovision. Já, það þýðir ekkert annað, sko. Nei. Þetta er fyrsta skipt sem hún tekur þátt í undankeppninni, ekki? Jú, ég hef aldrei ætlað mér að taka þátt í þessu. Þetta bara kom lag sem var bara algjört Euro, bara lím. Já. Já. Og það er náttúrulega fáir... Já, hvernig máttu, ég má ekki spila það, en hvernig svona máttu gefa okkur svona smá hint hvernig það er? Þetta er mjög fjörugt og catchy melodía. Er þetta eitthvað svona í ættu, eitthvað sem við þekkjum með þér? Já, þetta er svona, ég get alveg sagt okkur svona, þetta er svona dans, techno, dansvænt. Já, ætlar að dansa við þetta sjálfur? Já, ég veit dansum með þessu. Ómbóðslega hlakkaði til að sjá þetta. En við hugsaum okkur að vinna þetta sem tím. Við förum hópur hérna. Já. 3-4 fallega stelpur og 3-4 fallegi menn. Já. Þannig að þetta er og svo kóngurinn? Já, og ég vil vinna þetta sem sko flokkur eins og sagði heitinn útvarpsmaður í Kanada, Jón Múli. Syngur og leikur flokkurinn Trúbrot. Þannig að það sé sterkara. Hvenær er keppnin? Þetta er sem sagt, undankeppnin er 14., 21. og 28. janúar. En nú spyr ég bara að einu, nú er allt á hausnum hérna á Íslandi og allt í tómur ugli, allir að flytja úr landi og tómt volaði. Þetta er allt á uppleið. Á hverju er verið að halda einhver undankeppni þegar að Herbert Guðmundsson er búinn að skrá sig í keppni? Á hverju segja ekki bara, Sigrún Stefánsdóttir eða hvað sem þetta liða á Rúf heitir, bara, hættum við þessa helvítis undankeppni, Herbert Guðmundsson er kominn. Ég meina, það væri ekki, þú veist, ef að Bandaríkin væri með söngukeppni í Eurovision, þá væri, Bruce Springsteen var að keppa með svona samtlátan kepp í undankeppni. Hvað er þetta lið, er eitthvað að því, eða? Það verður að leyfa hinum að taka þátt. Já, en samt, til að láta niðurlega, bara því að þú verður að stín. Það verður fullt af góðu fólki, það verður hver er að keppa við? Regina Ósk og Ingo Veðuguð. Já, ég kann vel við Ingo, en hann getur glemt þessu. Og býtum við, Jónsi verður syngur eitt lag. Jónsi í svörtu fötum? Já, hann getur glemt þessu. Ég sé engan þarna, eiga sér sig. Ok, hver eru fleiri? Takk fyrir það. Svo er Maggi Háara, vinur minn frá Bólungavík, sem var með mér í Kaníkalda. Ok, hann getur selt pólið með þér framan á meðan þú ert að syngja. Hann er ekki að fara að vinna þessa keppni. En hvað er svona í gegnum tíðina, því að þetta fólk á kannski ekki í sama feril eins og þú. Þú átt náttúrulega fjölmarga number one hits, náttúrulega Can't Walk Away, náttúrulega Háa hennar stíð, Hollywood, Time. Hvað hétt lagið hérna sem alltaf á Omega? Því að ég var alltaf að rekast á það á Omega á tímabili. Já, það var þeir fíluðu það alveg tættur og mjög gott lag. Það heitir Ég gefa vil. Ég gefa vil, já. Ég gefa vil, sorgmættum huggun og fró, því Guð er til, og það finnst... Svona gospel. Já, gospel. Nú ertu hérna, Herbert, það er ekki... Snar frelsaður. Já, það er ekki lennungum mál, þú ert snar frelsaður. Ég kallinn eftir að taka Philadelphia og syngja þar og... Ég náttúrulega er meðlumur í Philadelphia-kirkjunni. Ok. Og ég fekk kórin með mér á plötu, gospelkórin, Óskar Einars og þau. Okay. Það var æðislega gaman, þegar ég gerir speilin. Hver er snildi með að vera frelsaður? Hvað er svona gott við það? Það er bara frelsi. Algjört frelsi fyrir óttinn fer út ekki hrættu við nokkurn skapa, þú bara frjáls. Ertu þá í brjáluðu sambandi við þá himnafegga Jesú og Guð? Já, ég náttúrulega stunda bæn og huglist okkur en degi. Já, sæll, Og þegar þú fer að gera það, þá fer að gerast eitthvað. Það gerist eitthvað svona, þú fer að finna flæði. Ok, en hvað, ertu að fara á nýrn á kvöldinu og spenna greipar eða tala bara við Guð eins og þessi vinnu? Já, nákvæmlega. Og bara tala venjulega? Já. Getur gert það í bílnum og hvað sem er og bara... Ertu að tala við hann oft á dag? Já, þess vegna, ef þess þarf. Byrja daginn, enda daginn. En ég meina, ef þú ert með Guð í vasanum... Ég er ekki með hann í vasanum. Hann er með mig í vasanum. Hann er með þig í vasanum, en ég meina, þá hlýtur að fara áfram í þessari keppni. Ég meina, hann hlýtur að hleypa þér áfram. Ég sko sjá. Ef inn í áætlun hans, þá bara fer ég áfram. En strákar í alvöru, við erum rosa björt. Og Örlygur Smári, sem ég segi aðeins, Örlygur Smári að vinna þetta með mér. Og hann er nú búinn að vinna fara tvisar út með lag. Þú ert með kallinn með þetta. Og hann vann allt fyrir ástæðanum með Páli Óskari. Þannig hann er nú alveg með þetta, sko. Já, þú ert með snilling hérna með þér. Þú varst actually bara svona, segja okkur núna, þú ert að fara að vinna hérna. Hvað er keppnin í ár? Er hún ekki Azerbaijan? Jú, Azerbaijan. Hlakkaði til að fara þangað? Veistu hvað höfuðborgin Azerbaijan heitir? Azerbaijan, nei, Azerkistan eða eitthvað. Heitir hún Bakú?
Hasikistan. Nei, veist þú það, Herbert? Nei, ég búin að kynna Nei, ég þarf bara að kíkja á þetta, sko. Já. En hérna, ég held að það sé alveg hrikalt í að... þetta á íslensku eða ensku? Sko, við flytjum á... Ég samti lagið á ensku. Ok. En við flytjum á íslensku í sjónvarpinu. Það breyttu reglunum og verður að syngja á íslensku. Það skilur allur heimurinn það. Því pappakassar. Ok. En ég gerði það upp á ensku, það mjög góður texti. En hvað ætlar að kalla? Ætlar að kalla það King Herbert eða bara Herbert Goodmanson? Ég veit það ekki, þurfum að finna. Kannski ef við verðum flokkur, þá heitum við kannski bara eitthvað. Herbie G. Herbie G mjög sterkt. Ég að fíla það, Herbie G. Já, Herbie líka fræg mynd. Já, ég var kallar Herbie einu sinni, en ég get látið hann fá náttúrulega mynd Herbie G. Herbie G fully loaded, ég fíla það. Herru, ég þarf að henda þetta í smá auglýsingarstrákar, svo ætlum við að taka hérna Herbert Guðmundsson í hraðaspurningar og það eru 5 mínútur í að við frumflytjum harðasta jólalag allra tíma hérna í FN95 Blöð. Átt þú þér uppáhalds jólalag? Jólalistin verður á Stöð 2 laugardaginn 17. desember klukkan 17:25. Við ætlum að finna 20 bestu jólalögin. Greiddu þitt atkvæði inn á vísir.is/jólalistin. Þitt atkvæði skiptir öllu máli. Jólalistin á Stöð 2 laugardaginn 17. desember. Jólaball Reykvík, Jólaball Reykvík, Faktori og Smirnoff, laugardagskvöld. Jólasveinar athugið, gjafabréf í skóinn, ísbúðin, Háaleitisbraut. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50-dögum. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Það þægilegt að gera jólainkaupin í Kringlunni og hvergi betra úrval veitingastaða. Kringlan í jólaskapi. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pippmólum frá Nóa Sirius. Takeaway tilboð La Luna. 2 12-tómur af matseli og 2 lítrar af Pepsi. Aðeins 2.990 krónur. La Luna Trattoria Pizzeria. Rauðarastíg 37. Gítarar, hljómborð, trommur, upptökubúnaður, píanó, strengja og blástusljóðfæri. Eitt mesta úrval landsins af hljóðfærum og hljóðbúnaði. Hljóðfærahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Hljóðfærahúsið.is. Það ógeðslega fyndið þegar að mamma lendir á fullorðinsspjaldi og þarf að lesa eins og vélmenni. Fjölskyldu alias fær fjölskylduna til að tala saman. Fjölskyldu alias hæst í Hagkaup. Prólokadjam, English Pub, alla helgina. Lifandi tónlist og tilboð á barnum. Láttu sjá þig á English Pub við Austurvöll og Hafnarfirði. Heineken Star Party á Kaffi Oliver næstkomandi laugardagskvöld. Viki og Samaris, sigurvegarar músiktilrauna 2011 stíga á stokk og ískaldur grænn á flottu tilboði allt kvöldið. Allt í boði Heineken. Kaffi Akureyri kynnir 50-dagskvöld Mið Ísland. Finnasta uppistand ever. Ekki missa af þessu. Matti Matt trúppar á eftir. Kaffi Akureyri. The 4 of us are all that remains of the Paramount kynnir Mission Impossible Ghost Protocol. Nothing can be left to chance. Geðveik mynd sem þú verður að sjá í bíó. Mission Impossible Ghost Protocol. Frumsýnd 16. desember. Players kynnir. Í fyrsta sinn saman á Players. Skítamórað ásamt einu vinsala jóladiskó á laugardagskvöldi. Athugið, kvöldi byrja snemma. Sjá nánar á players.is. Fullverslun af flottum Outfitters Nation jólafatnaði. Frábært verð. Outfitters Nation, Kringlunni. Jólaball Reykvík, Jólaball Reykvík, framkoma Þórhallur Skúlason, Óli Ofur, Karius og Baktus, Orange Volante, Steve Sampling, Juan Solo og Regg, Faktori og Smirnoff í jólaanda laugardagskvöld. Þú jólasveinn, jólaðu upp með jólaspilinu. Jólaspilið, finnu krakkan í þér. Kuskus á NASA. Kuskus tónleikar á NASA laugardaginn 17. desember. Finnlandia glaðningur fyrir þá fyrstu. Kuskus á NASA. FM95 Blöð í boði. Smálán-Kredja hjálpa þér að brúa bilið. Láttu það eftir þér, 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeról, ekki fyrir fótboltastráka. Þú ert að hlusta
FM 95 Blö á FM 957. Það rétt fyrir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Herbert Guðmundsson, eða hvað kallar hann? Herbie G. Hann hérna hjá okkur og klukkan orðin 4:30 og við vorum búin að lofa því að klukkan 4:30 í dag myndum við frumflytja harðasta jólalag allra tíma. Ég já, og líka gaman að fá að vera með Herbert hérna því að hann getur virkað svona eins og idol-dómara, hann getur sagt sína skoðun á laginu. Já, Herbert, þannig að þú ætlar að hlusta á þetta með okkur og gefa svo dóm frá 0-10. Þetta sem sagt, þekkjuru hljómsveitina Limp Bizkit, Herbert? Já, þekki þá. Við tókum sem sagt lagið Rollin með Limp Bizkit og breyttum því í Jólin. Og þetta sem sagt sömu og koma lagin okkar FM 95 Blö laginu, það sem gerði myndbandið og annað, þannig að þetta strákarnir í Stop 8 Go og Sverrir Bergmann sem hjálpuð okkur. Og svo að sjálfsögðu allir strákarnir sem í FM 95 Blö. Ég held að við skulum bara ekkert að tefja þetta meira og frumflytja hérna, jólalag FM 95 Blö. Kæru hlustendur, það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er. Já, þetta var jólalag FM 95 Blö. Herbert Guðmundsson, ég mjög spenntur. Hvaða einhvern gefur þessu? Ég fekk hroll. Nei, ekki? Svona... Jólarhrollin? Gæsáðu? Bara jólarhroll, sko. Já, var það gæsáðu niður Þetta er rosalega powerful. Já, það er kraftur í þessu. Já. Og ef einhver þekkir tónlist, varstu ekki ánægð með þetta? Þetta er bara mjög vel gert. Nei, ekki? Jú. Er þetta eitthvað í anda hjá þér í Eurovision? Nei. Þetta er hinliðin, sko. Já, þú ert meira svolítið, þú varst að segja okkur að það er smá 80s í laginu þær. Já og nei, það er svona kannski smá svona keimur, en þetta er svona meira up to date svona dans techno. Ok, og ég vil láta alla hlustendur vita að þið getur farið inn á vísir.is núna, inn á útvarp þar og þar er lagið komið, þannig að að gera að deila því og henda inn á fésið. En ég var að spá í Herbert að taka í hraðaspurningar. Ok, wow. Þá þarftu semst að hreinsa hugan og segja alltaf bara það fyrsta sem þið dettur í hug. Okay. Þannig að þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust. Okay. Þannig að það er bara svona fyrsta sem þið dettur í hug. Okay. Ertu tilbúin? Já. Ok, þá byrjum við. 1, 2 og besta mynd allra tíma? El Cid. Besta liðið í ensku? Manchester United. Besta hljómsveit allra tíma? U2. Hvað kveikir í kallinum? Bara rómantík og kertaljós. Uppáhaldsnammi? Draumur. Besta lag Herbert Guðmundssonar frá upphafi? Eins og vorið. Hefurðu lamið eitthvað? Já. Áttu það til að blása þig pungin eftir æfingar í sporthúsinu? Nei. Fallegasta kona heimsins fyrir utan maka? Já, enga maka. Ok, fallegasta kona heims? Angelina Jolie. Myndur þú sitja fyrir nakin fyrir 50 milljónir? Sennilega. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýri yrðir fyrir valinu? Blásum bangsi. Hvað vill kallinn í jólagjöf? Bara ást og umhyggju. Hvað varstu gamall þegar Sveindófinn fauk? 12 ára. Fallegasti kallmaður Íslands? Hvað kom upp í hugan? Bara Öddi. Vel mælt. Hefur þú allt á djamminu? Nei. Heldur þú eftir að fara í ísbransan? Nei. Ok. Þá er það búið. Ertu alveg hættur í ísbransanum? Já. Já, þú varst með svo góðan ísmaður. Já. Þetta var svo mikið vinna. Já, þetta var svo mikið passjónu höður, ísinn. Já, ég lagði svolítið passjónu í þetta. Já. Varst með ísbúðuna stikkfrí og... Já, lagði það sjálfur og... En mikil vinna og þú veist, einhver sagði að þetta væri verið að vera með beljur því maður er laus eftir mjaltinnar. Já. Maður er bundinn alveg sko frá 9 á mótnana til 1-2 á nættunar í svona rekstri. Í ísnum? Já. Hjöppi, förum yfir spurningana. Hvað var svona sem þú vilt spyrja núti? Já, mér fannst þetta sló mig hérna með 12 ára aldurinn, sko. Já, þú byrjað snemma. Já, það er svona... Það var daman í næsta húsi. Já, daman, ég ætla að var hún töluvert eldri en þú? Nei. Sko, EM og Ólympíuleikarnir 92, þá var maður 12 ára sjálfur, sko. Það var ekki, sko... Ekki komið hára á pungina þér? Langt frá því. Þetta var ekki... Þú er ekki að loðið, þú er nú oflega verið komin eitthvað. Ég er nú oflega verið komin nokkur strá þarna á pungalinga, en ég var ekki farin að hugsa svona langt, held ég allavega. Þú sagðist það var lamið eitthvað. Varstu svona í einhverjum úlningaslagsmálum þegar þú varst? Já, ég var samt aldrei svona vondur í mér. Ég var mjög lítið fyrir að berja menn. Já. En hvernig varstu þessum úlningur? Ég var freka baldinn. Já, ok. Já. Þú sagðist vera á lausu þegar ég spurði út í fallegastu konu fyrir utan maka? Já, ég var lausu. Er það að deyta eða? Já, góða vinkonu, já. Já, ok. Það getur nú ekki verið vesen fyrir Herbie G að redda sér á date. Mér finnst rosalega gott að vera frjáls. En er ekki konur svolítið ágengar við þig?
Sko, ég er búið að líta umgangast konur þannig, sko. Ég er ekki mikið út á lífinu. Ég náttúrulega ekki að drekka og... Hættur því? Já, þannig, en ég fer samt út á lífið. Hvað losaði við hennan óþverra sem Bakkus er? Það er 4,5 ár núna áramótin. Ok. Byrjaði á tóbakinu fyrir 5 árum og tók svo Bakkus og kókainið og hassið Hendur í rusli? Allt bara í rusli. Sturtaði þessu niður. Og var það ekki besta múð sem þú gæti gert? Þetta er bara meira áttar. Og ég, sko, maður fær alltaf meira og meir. Maður fær svo mikil ávinning að því að vera bara heldi á því og vera ekki að sturta einhverjum drasl í sig. Vera bara skýr í kollinum. Það er meira áttar. Herbert Guðmundsson, það er búið að vera sannur heiður að fá þig hérna í spjall. Þú ert kóngurinn, við munum fylgjast með þér í Eurovision. Ég skal lofa því að allir hlustendur F95 blöð. Ég mun kjósa þá, hvetja þá til að kjósa kallinn. Takk fyrir það. Fylgjast með Hebba í Eurovision. Herðu, Herbert, það er komið að óskalagi fyrir þig. Þú vildir endilega heyra Why I Love You með Jay-Z. Já, þetta eru strákarnir, skal ég segja, Jay-Z og Kanye West. Þetta er, ég viðurkenni, ég spila þetta lag mikið, en þetta er þetta svona uppáhald bara lagið mitt í heiminum í dag. Ó, frábært. Já, það er samt, sko, ég er þannig típa, ef ég fíla eitthvað þá spila ég oft. Já, ég veit það. Það stundur verið að rakka mér niður hérna á Twitternum fyrir að spila alltaf sömu lögin. Ég get ekki alveg verið sammála því, sant? Við ætlum að gera upp árið á eftir, við ætlum að velja mann ársins, ég ætla að beða fólk að byrja að hugsa einhvern mann ársins. Við ætlum að fara í það kannski hérna þegar klukkan fyrir að slá nær 6 og svo verður maður ársins hérna krýndur eftir viku. Hlustendur Ásar 2 fengi að gera þetta X-inu og svona, en FM hlustendur hafa aldrei fengið að velja sinn mann. Nei, nákvæmlega. Loksins núna. Og þannig að við erum svona að biðja hlustendur okkar núna um þess að fara að hugsa einhvern sem að þeim finnst vera maður ársins. Já, þetta er náttúrulega, þú veist, náttúrulega maður ársins í heiminum er að sjálfsögðu Pitbull? Nei, Pitbull er ekki maður ársins í heiminum. Time Magazine voru að velja eitthvað maður ársins og mótmælandinn. Það er umulegast af val í heimi, sko. Ég er alveg sammálað því. Ugly protesters bothering beautiful people. Er það ekki eitthvað þetta sem til er? Ég veit ekki hvort þið væri svo langt, en... You hate to see it at an event like this. Ugly protesters bothering beautiful people. Það var þetta ekki hérna Súlandir að hvað var þetta? En það er hérna, ég viðurkenni það er samt alveg þreytt að vera með maður ársins mótmælandi. Nei, og svo var ekki þú einhvern tímann eitthvað, þú veist, þegar þú ert byrjar að nota samskiptavefi og svona hjá Time Magazine. You are man. Já, ok. Adolf Hitler var eins og valið maður ársins. Nú? Já, ég held að hvað ár var það? Ég veit ekki hvort það var 30 og það var allan fyrir stríð, þá var hann valinn hérna maður ársins. Já, það er nokkuð ljóst að það er ekki nýlega könnun allavega. Nei, þetta er aldrei könnun, sko. Nei, ok, velja þetta bara. Það er bara að velja þetta, sko. Við ætlum að hafa lýðræðið, ekki? Við ætlum að, sko, okkar atkvæði reyndar gildir svona helming, sko. Nú, ok, þannig að ég er að fara að hugsa þetta sjálfur líka, hvernig ég vil hafa sem mann ársins. Ég veit hvert þitt svar við, þú veist ekkert hverju finnst þér á maður ársins? Veit ég ekki. Hver er maður ársins? Leið mér að hugsa það eins. Ég rætti þetta við fyrir þá, þú ert ekki ennþá komin eina hugmynd. Já, ég er með eina góða hugmynd, ég ætla að segja hana bara eftir fyrir hlustendur. En herðu, það er hérna... Hann var maður ársins hjá Time Magazine 1938, sjálfur Adolf Hitler frá Þýskalandi. Ok, ég var að fá þær upplýsingar frá vísi.is að jólalagið okkar Jólin verður komið þar inn eftir 5 mínútur, þannig að þá erum að geta að fara inn og sækja það og deila. En við ætlum að fá núna hérna Justin Bieber, svo hér og eftir er Brjálbreki og fleira. En þetta er jólalagið Justin Bieber. Er það fíla Bieberinn, Haupi? Ég fíla mjög vel að þetta er náttúrulega stærsta, ætla þetta sé ekki stærsta stjarnar sögu tónlistar. Ég náttúrulega var ekki á lífi þegar Beatles voru í gangi, ég var á lífi þegar Michael Jackson var í gangi. Já, þetta er kannski, hann er fann að slefi Jackson, þetta er ekki stærra. Þessi gæi er hjút. Já, ég veit að hann er ekki stærri en Michael Jackson, sko. Þegar hann var þessu besta? Já, þá, ég heldur að þú ert búin að gleyma því, ég skal sína þér þetta myndband á netinu eftir. Ég fór alveg á þessa myndir, Moonraker og allt þetta og ég man eftir þessu. Moonwalker? Moonwalker, eða hvað sem hann heitir. I don't give a shit, sko. En þessi gæi er stærri. Og sitji bara Bieberinn á. Ég fíla það. Já, þetta er Calvin Harris með lagið Feel So Close á þessum 50 degi hjá FM 95 blöð. Herbert Guðmundsson, kóngurinn er farinn úr húsi, smelti hérna 3-4 myndum að hann fór. Það er svo gaman að hitta Herbert Guðmundsson. Hann er alltaf léttur. Já, hann er ríkalega lífsglaður og það virðist einhvern veginn vera þannig hér að fólk sem er búið að frelsast, það er mjög ánægt í lífinu. Já. Þetta er eitthvað sem við ætlum að skoða, eða? Að frelsast? Já, líka bara taka og sturt áfenginu í ruslið eins og hann gerði. Við þurfum að, náttúrulega eftir að hafa kynnist tónum, þá náttúrulega langar mann til að gera neitt annað, sko. Nei. Þá langar mann að vera eins og hann. Maður vill vera svona hammingjusamur, það er nokkuð ljóst. Já, hann er einhver glaðasti maður sem maður kynnist. Já, og alltaf vistu þið. Það er ekki spurning. Já, og við munum fylgjast betur með honum þegar hann fyrir Eurovision, enda hans stærstu aðdáendur. En það er ungur skemmtikrafti hér í bæ sem að kalla sig Breki. Hann er svona, þú annarkvort elskar hann eða hatar hann. Það er pínu þannig sem ég hef svona heyrt frá fólki út í bæ. Já, þetta er nú svona, þetta er fínn náungi þannig lag. Hann er náttúrulega
Kannski ekki allra. Nei, hann ekki allra, en það alltaf svona gaman að heyra í honum og ég hugsaði með mér hérna... Hann svolítið svipaður eins og Herbert segir, hann alltaf í góðu skapi. Já, Brjálbreki alltaf hress, það alltaf þetta treyst á það og svo líka Brjálbreki, sko, ég ætlaði svona að tjekka, ég minna það að koma jól og annað, hvort hann sé komið eitthvað jólaprógram og svo líka gamla aðtúa því að það einhver... En ég frétti af gæði sem var að standa upp með honum daginn, einhverstaðar í einhverju heimahúsi, hann sagði að vera geggjað. Já, ok. Þannig að þetta víst að slá í gegn eins og hún að tala um. Ok, því hann alltaf að tala um að hann svo sjálf að skemmta að frænda sem, en við skulum bara, ég ætla að hringja hann síðan, tökum hans á þessum. Brjálbreki? Já, Brjálbreki sælvinur Auti hérna, ég fyrir 9-5 blöð. Blessaður. Blessaður, hvað segir kallinn? Ég er góður. Eða ekki? Já. Hvað? Eru lægið síðan hlust á? Já, þetta ekki Steindi Junior? Já. Þetta er mjög nett lag, ég mæði fyrir því núna. Já, hérna geðið fítgaur. Já. Já, þetta er skemmtilegt lag. Steindi er algjör mestari. Já, Steindi kann þetta alveg. Já, þetta er nett lag, svo skjótar hann að Friðrik Dóri endan. Já, þú er gaman að því. Já, frændi minn var einu svona að vinna með Friðrik Dóri og hann er vist ógeðslega merkilegur með þessi. Nú, ok, Já, ég er í það, en ég er svolítið gaman að þessi, ég verður að viðkynna það. Já, ég þekki Frikka vel og hann er alls ekki góð með þessi, þetta er skemmtilegur strákur. Ok, en er Sveppi með þér? Nei, Brjáln, Sveppi með mér á þriðjudögum, það er 50 í dag, Hjörvar Hafleði með mér núna. Ok, ég er nefnilega með smá hugmynd fyrir Sveppa. Já. Kannski þáttur með mér og Sveppa. Já. Það sem við förum til útlanda. Já. Og kannski fríkum úti og eitthvað og látum einhver útlendinga að drekka ógeðstrykki. Já, þetta er skemmtileg hugmynd hér og hérna þú ræðir hana bara við Sveppa. Já, ég meina, kannski þú ítir í sáðunum? Nei, ég veit bara Sveppi hefur engan áhuga því. Það er hérna, hann er búið með þetta. Við vorum með þetta í 70 mínútum á Strákanum og þetta er búið. Já. Nei, en ég er samt ennþá alltaf að eitthvað að djóka, sko. Já, hvað er að frétta kallinum? Já, ég var með smá dæmi núna helgina. Nú? Sló í gegn. Nú? Þetta fólki sem grenja á hlátri. Já, ok, hvað hérna? Já, ég er með smá jólaþema núna. Nú, já, ég ert að leika með jólinn. Aðeins, bara í uppistandinu mínu. Já, megum við að heyra hérna, ég fyrir 9-5 blöð. Já. Já, hvað er með það? Hvað er málið með það að vera alltaf að ljúga eða börnum að sé til jólasveinar? Ég meina, þetta er bara einhver eitt gæi sem á að koma með eitthvað í skóin að öllum. Það er ekkert hægt. Búið? Nei, svo held ég áfram. Já, ok. Og hvað er málið með nöfnin á þessum jólasveinum? Gluggagær? Á ekki verið löngu búið að henda honum í steinin? Já, þetta er klassaprógram hér. Sérstaklega Gluggagær bandaðin alveg fólk grenja á hlátri yfir honum. Já, hann hefur slegið gegn hann í þessari veislu. Hvar var þessari veislu, ef ég má spyrja? Hjá frænda mínum. Já, þú ert alltaf að skemmta á frændaðinum. Já, ég var bara hraun yfir jólasveinuna. Já, það fyndið. Hrauna yfir þá. Já, skemmtilegt. En svo sá ég að þú ert á Twitter. Er þetta þú eða er eitthvað að þykjast vera þú á Twitter eða? Það er eitthvað fáið að þykjast vera ég hef aldrei farið inn á þetta. Já, ok, þannig þetta er ekki þú? Nei. Já, því ég sá hérna að þú skrifar og var með klamidíu. Hver sagði það? Nú sá sem er að þykjast vera þú inn á Twitter. Hvernig veit hann það? Hvernig veit? Nú, er það satt eða? Nei, þú veist, ég kærasta mín smitaði með þessari klamidíu ennett skiptið. Hæ? Hún er svo voða mikið alltaf þegar hún fær sér glas, þá fer hún alltaf að vera með einhverjum öðrum gæjum. Já, ok, það er skemmtilegt. Hún er alveg veik fyrir svona körfuboltagæjum. Já, ok, útgum, já. Þannig að það var allt í lagi, ég dyrka körfubolta sjálfur. Já, hressandi. Þannig að gæjinn sem letur hann á klamidíuna, hann hringdi í mig. Já. Og skrifaði á bolta fyrir mig og allt, þannig að þetta skiptir ekki öllum máli. Þetta er mjög pirrandi. Já, ok. Þetta er mjög pirrandi, sko. Já, það er alltaf gaman að heyri þig, Brjáln, það er... En ég er með meira. Nú? Já. Hvað er með það? Ég fór í veiðiferð í sumar og með Gunna, vinnu mínum. Já. Og ég ákvað að skilja leif vinn minn bara eftir heima og var bara að veiða í róleitunum. Já. Hringir síminn. Já. Ég bara, svari í símann og svara bara svona, hvað? Þá segir maðurinn hann á hinni línni, ertu með leifi? Ég verð svolítið pirraður, nei, hann er bara heima í bænum. Og var svolítið pirraður, þá sagði hann, nei, ég var að meina veiðileifi. Og ég er með veiðileifið. Já, er þetta brandari?
Nei, þetta gerist í alvörinni. Hæ? Þetta gerist í alvörinni. Nei, þetta gerist ekki, verðst ekki að þessu byrli. Svo það er allir að tala Egil Gils núna. Ég hringdi hann í vikunni. Já. Mér vantaði Egil smalt og appelsín. Þannig ég hringdi bara í hann. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er hressandi. Hann alveg grenja og látið þegar ég sagði þetta. Já, ég trúi því, honum að finnst þetta mjög fyndið og upplífgandi. Já. Herri, svo er það ljótt með vinkonum mína. Nú? Hún var að kaupa sér Ford Kuga. Herru Brjánn, það var hrikalega gaman að heyri þér, við þurfum að halda hún með þáttinn og Hún keypti sér bíl sem heitir Ford Kuga. Já, þetta... Og svo spurði einn vinur minn hana, herru, eyðir hann miklu? Nei, þá sagði ég, nei, en hann kúkar að bíla miklu. Nei, þetta er hættu þessu. Brjánn, já, það var ógeðslega... Ég veistu hvernig bíl ég myndi freka vilja eiga? Nei, og mér er... Ég myndi freka vilja eiga Volkswagen Boru. Já, þetta er skemmtilegur humor, Bora og Kuga og svona. En fæ ég óskalag? Hvaða lag? Fæ ég hana Crazy Bastard með Sveppa? Æ, þegið. Brjánn, ég heyri þér í næstu viku. Hrikalega gaman að heyri þér. Takkilega. Ok, bye. Það vilja þetta jólalag höfði? Þetta er ágætt. Hvað Örvarsson er þetta? Þetta er engin Örvarsson, mann. Þetta er Kristjáns, Eyjólfur Kristjáns. Já, þetta er Eyjólfur Kristjáns, sorry maður. Fannst þetta að vera úr Örvars fjölskyldunni, Grétar Örvars og félagar? Já, ég er náttúrulega mikill Grétar Örvars maður, þannig að ég... Já, þú varst gríðar, þú fórst reglulega á böll með stjórninni, eða ekki? Gerir ennþá. Já, gerir ennþá. Elti þau? Ég elti það bara. Hvar voru þið síðast? Þeir voru á breiðinni. Já, voru á breiðinni. Ok, það er gaman að þessu. Herðu, við hvetjum fólk til þess að hugsa hver maður ásins er. Við Hjörvar ætlum að opna fyrir síman hérna eftir og aðtöða svona hvað hlustundum okkar, hvað þeir eru að pæla, hver finnst þeim maður ásins og ætlum að ræða hér á eftir. Fyrir hvað ámannsamt þetta er að muna 2011? Hvað er svona merkilegt hvað gerist? Það var ekki á rannan brúðköpuðu þetta, náttúrulega þegar þú varst að fagnaði náttúrulega ansi duglega þarna þegar Vilhjálmur og Katrín. Já, þetta var líka brekka sem ég var búin að vera að bíða lengi eftir. Þannig að ég viðurkenna það. Ég ákvað að rífa flippan af einum til 2 kvöldum þegar þau giftu sig. Og fannst það bara stórkostleg stund. Ég held líka að allir verið hrikalega stolt af þeim. Þetta er búið að vera svona, er þetta ekki búið að freka tíðindalítið ár? Jú, en ef ég var hreinskilinn þá gat mér ekki verið meira saman með þetta konungsköpum. Nei, hvað gerir svona merki? Já, það er ekkert eitthvað stórkostlega búið að gerast á sorri. Nei, kannski hjálpa hlustendur okkur eftir að rifja upp þetta ár, hver maður ásins og annað. Við erum ekki að tala um hetju ásins eins og ég og Björn Bræður að tala um daginn, við erum að tala um mann ásins. Já, mann eða konu ásins. Það kemur hérna út á sama. En í dag þarf maður alltaf að halda öllum mánuð. Ég ætlaði að spyrja hérna Hjörvar, ég var að lesa inn á preppinu, útvarpspreppinu hérna, að það er orðið mjög algengt sem sagt núna, alla búðir í Bandaríkjunum núna eru opnað til miðnættis út af því að það eru að koma jól og allir að versla. Ég held að þetta sé svip á Íslandi, er ekki opið til 10 alls þar? Jú, svo er opið allan nóttina sem stað, sko. Já, allavega Kringlan og Smáralind, alla búðir opnað til 10 og það er orðið gríðarlega algengt hérna stendur að, karlmenn eru byrjar að fara í sem sagt shopping malls eða bara í svona verslunarmiðstöðar til þess að finna sér konum, því að það er mikið um það að konur eru að versla náttúrulega fyrir jólinn og konur hata ekkert að vera í búðum fram að miðnætti eins og stendur hérna orðið Þannig að þetta er orðið algengt í Bandaríkjunum, mennur eru fættir bara í búðir og ekkert endilega versla eitthvað en bara vita að það er fullt af konum að versla jólagjafir og reyna við stelpur þar. Já, eða svona, jú, ætla að sé einhverju gæjar sem að hanga bara upp í Hagkaup Garðabæ og séu að reyna við stelpur þar. Ég trúi því ekki, kannski ekki Hagkaup Garðabæ en hérna Keifunni? Nei, ég er að tala um náttúrulega, það er allar búður í Kringlunum og opnað til 10. Það er þannig? Já, það er orðið að það er að koma jól. Það er líka Smáralind. Þú ferð ekkert voðalega settul í þetta að þú ert í Hagkaupum í Garðabæ. Þá stendur þú bara þarna eins og einhver nýðingur. Hvernig gerur þetta í Smáralindinni? Hvernig ferða þessu? Smáralindinni eða Kringlunni? Þú bara hoppar inn á Stjörnutorg, hendur í einu shake og lætur eins og sé nóg að gera hér. Röltir bara í búðuna og ert að kíkja í búður. En vilt þú samt konu sem er með allt á síðu stundu? Nei, menn konur er ekkert með allt á síðu stundu. Það er að versla jólagjafir núna. Jú. 15. desember. 9 dagar til jóla. Nei. Ég ger þetta í haustútsulun. Já, ég er ekki búin að versla eina jólagjöf, ég er hérna á Þollang, sko. Þannig að jú. Já, mér finnst þetta reyndar lélegt triks að hanga þarna í einhverju verslunum með stöðum, sko. Já, þetta er þetta sorglegt, en ég er samt að segja að ég skil taktíkina þeirra. Það er að vera í svona verslunum með stöður, láta eins og sé alltaf gerast þegar þú ert á fullu, rekst í einhverja. En hins vegar eins og ég segi, þú lukkar eins og einhver nýðingur og þú ert bara í Hagkaupum í Skeifunni, sko. Já, eða frekar að vera sko í slökkuliskalla og vera alltaf í svona sjoppum rétt hjá skólum. Já. Vera svo alltaf, þykist þér að fá pulsa því þú sért að fara að vera með einhverja fræðslu starfsemi slökkulisins í skólanum. Það er mjög gott trikk. Fullt af fólki sem labbar hvaða slökkulismar að gera þetta? Það er með smá fræðslu í skólanum.
kannski hendi í einni pulsu. Já, í öllum gallanum. Það mjög gott trikk. Svo átt þú eina bestu pick-up-línu sem ég hef heyrt á heimili. Það hérna, byrju, varst ekki á þjóðhátíð? Þú varst ég er ekki að segja, ég er að stríða. Manstu ekki að spyrja, varst ekki á þjóðhátíð? Jú, já, mér fannst ég kannast við. Það hafa allir farað á þjóðhátíð. Já, sú lína. Já. Það hérst ég var að fara að tala eitthvað annað. Nei, ég veist ekki hvað var að fara að... Nei, ég sá svipurnar og varst eitthvað ræddur að fara í smá auglýsingar, svo höldum við hérna áfram og endilega eins og við sögum að hugsa mann ásins. Jóladagatal FM 957 í desember. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 á dag fram að jólum, opna glugga í Jóladagatali FM 957 og gefa hlustendum veglega vinninga. Vinningarnir eru gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Topshop Smáralind, Samsung Galaxy Ace og Galaxy Mini snjallsíma frá Samsung, jólaþrennan frá Hapaþrennunni, færð þú þann stóra í vinning. Gjafabréf frá Orablú sokkaböksum, TG hárvörupakki frá Bedhead, bæði fyrir stelpur og stráka. Allir vinningshafar fá einnig fylltar skeljar og pippmóla frá Nóa Sirius og Egils malt og appelsín frá Ölgerðinni. FM 957 er jólasveitnin þinn í desember. Hó, hó, hó og hó! Sæl veriði, íslenska þjóð. Og takk þið sem þegar hafið tryggt ykkur miða á tónleika okkar bræðra í Bæjarbíói þann 16. desember næstkomandi. Nú er svo komið að uppselt er á þessa tónleika og því höfum við ákveðið að bæta við auka tónleikum klukkan 22 þetta sama kvöld. Ég legg til að þið farið inn á miði.is og tryggið ykkur miða. Nú ætlum við, Friðrik Dór og Jón Jónsson, beina leið á KFC. Verði okkur að góðu. Kaffi Akureyri kynnir 50-dagskvöld Mið Ísland. Finnasta uppistand ever. Ekki missa af þessu. Matti Matt trúppar á eftir. Kaffi Akureyri. Ístertur, ístertur, ístertur. Ísbúðin, Háaleitisbraut. Vertu velkominn í Smáralind. Við bjóðum upp á nóg af bílastæðum, 2 bílastæðahús og gott aðgengi fyrir frábæra jólagesti eins og þig. Sjáumst, Smáralind. Ekki augra viðtækinu með of framsækinni tónlist. Leyfið frekar að spila eitthvað sem það kannast við. Dekraðu við útvarpið þitt með rafmagninu frá okkur. Orkusalan. Við seljum rafmagn. Úrvalið af veitingastöðum í Kringlunni er ekki síðra en úrvalið af verslinum fyrir jólin. Kringlan. Í jólaskapi. Hraðpenningar.is. Lifðu núna. Allt sem þú óskar þér í jólagjöf. Topshop Kringlunni, Topshop Smáralind. Desember tilboð í 10.11. Við erum í jólaskapi og bjóðum ótrúleg verð í desember. 10.11 og byrði í 20 ár. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pippmólum frá Nóa Sirius. Jóla, jóla, jól. Nú er ég með eina góða hérna. Hvað er það sem er rautt og hvít og alltaf í jólastuði? Fyrir utan jólasvein. Þú kemst í samband við jólaandan hjá Vodafone. Farsímar á frábæru tilboði og fjölskyldu aliaspilið fylgir völdum tækjum á meðan byrðir endast. Þín ánægja er okkar markmið. Vodafone. Og Valsara. Og þarna tannkremið. Höfum opið í Elko Lindum og Elko Skeifunni alla daga til klukkan 22 fram að jólum. Simpson í kvöld. Stuð og stemning með Eyþór Inga úr bandinn hans Bubba og Óla Bassafandi. Túborg og Simpson. Snjallsímar á jólatilboði með brakinu eftir Yrsu Sigurðardóttur á hljóðbók og mánaðar áskrift af milljónum laga á tónlist.is. Þú færð jólapakkan hjá símanum. Lifandi jólatré í Bíkó. Eingöngu sérvalinn Normanstínur. Þú færð fallega Normanstíninn í Bíkó Breidd, Granda og Selfossi. Í dag er engin venjulegur ofurdagur, heldur 7 króna afsláttur á lítrann þegar greitt er með kortum og lyklum Orkunar eða staðgreiðslukorti Skeljungs. Orkan. Og þar að auki er svo endurgreiðsluleikur Orkunar í fullum gangi í desember. Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Komdu og kíkt á glæsilegt úrval af hlýjum og flottum Jack & Jones úlpum. Verð frá aðeins 9.900. Tilvalið í jólapakkan. Jack & Jones Kringlunni.
Jack & Jones Smáralind. Bílar.is í dag. Konunglegur hambúrgari með frönskum og bjór eða gósi hjá Kónginum Sportbar á aðeins 990 í stað 2250. Bílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Hvað það kallað? Nema réttlætis! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DVD og Blu-ray. Kaffi Akureyri kynnir. Próflokadjam FM 957 föstudagskvöld. Our Lives opna kvöldið og hinn eini sanni Heiðar Austmann heldur upp í djamminu fram á rauða nótt. Á laugardagskvöld halda Matti Matt og Pétur Örn upp í taumlausri gleði lengur enn þig grunar. Kaffi Akureyri. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þetta er snillingurinn Jón Jónsson og hann og bróður hans Frikki Dóri er með tónleika annað kvöld í einhverju bíó í Hafnarfirði. Já. Einhverju sal þarna. Og þeir bara, það vinsælt að þeir þurftu að halda auka tónleika. Já, það var uppselt á fyrir tónleikana og þannig að þeir verða með seinni tónleika annað kvöld klukkan 10 og það er ennþátt að fá miða á það. En Hjörvar, þú veist að við erum í skemmtunum leik með Kringlunni, FM 95 Blö og FM 957. Og já, þannig var að Heiðar Austmann, hann gaf eina vísbendingu á þann og vísbendingin sem að hann skal ég segja gaf var að þetta væri hann gaf fjölda stafina í heitun á búðinni. Og þá átti hún að vera fyrsta vísbending, svo átti ég að gefa einhverja vísbendingu nema það að það er bara Pía sem er strax búin að finna þetta. Og það sem er skrítið við þá, ég þarf eiginlega bara að ræða eins við hana, er að hún vann líka daginn. Þannig að ég ætla að ringi þessa stelpu, ég þarf að stimpa inn númer hennar. Þetta er leikur sem að þú ert búin að fylgjast vel með, ekki? Jú, og allt í samstarfi við Kringluna. Já, maður horfði hérna er það, maður sjá, 72-56 og við skulum tjekka hérna á stúlkunni. Hún heitir Herdís og vann líka fyrir viku síðan, sem er frekar steikt, Það er svona að ekkert annað að gera en að leita í Kringlunni. En hún fann gjafabréf FM 957 inn í geimstöðinni og við erum að fara að segja henni hvað hún er búin að vinna. Það er að segja hún svarar. Halló? Já, er það Herdís? Já. Komdu sæl og blessuð, Öddi heiti ég og erum að hringja hérna á FM 95 Blö. Já, halló. Halló, getur passað að ég hringdi þig fyrir 2 dögum síðan líka? Já. Hvað búin í prófum og hefur lítið að gera eða hvað er að frétta? Nei, ég er að vinna. Í Kringlunni eða? Mögulega. Já, ok, þetta er nú eitthvað trikk. Og hvað, ertu að hlusta alltaf útvarpið og ferðu bara með alla Kringlu að leita þessu eða? Nei, kærastu minn fyrir maður að hringja í mig. Já, ok, hvað toppmaður er það? Því að hann kemst ekki. Nei, ok, ég skilði, þannig að þú ert bara, hvað er þetta að vinna? Ég er að vinna í gallabuxnabúðinni. Já, ok, og er lítið að gera hjá þér eða? Nei, ég var bara í matatímanum mínum. Já, þú fórst að finna þetta? Þú fórst að finna, ok. Og vísbendingin var, hvað voru margir tölustafir í búðinu, þegar og fattar þetta bara strax eða, kærastuðinu? Kærastu minn. Já, og þú fannst gjafabréf FM 957 inn í geimstöðinni, ekki? Jú, bak við tölvuleikastand. Ok, herru, ég ætla að segja þér hvað þú varst að vinna. Og þú varst að vinna þér inn uppháa DC götuskó að verða með til 24.900 frá versluninni Mohawks í Kringlunni. Býtu, einu snenn. Þú varst að vinna þér inn uppháa DC götuskó að verða með til 24.900 frá versluninni Mohawks í Kringlunni. Snill. Já, við Hjörvar Hafliðarsson óskuðum bara innilega til hamingju. Heyrðu, bara 1000 takkir. Já, og við vonum að það sé ykkur fleiri að núti sem að fara kannski að leita þessu gjafabréfi, þannig að sé ekki, að Herdís takit ekki allt. Já. Herðu, ég heilsa þér og kærastan einum. Já. Ok, later. Bye. Hefur þú unnið eitthvað í útvarpi? Aldrei unnið í útvarpi og veist, þú þekkir mig og hvað ég, það blundar í mér einhver smá spilafikir. Það er alveg sama hvernig leik ég tekið þátt í og annað, ég hef aldrei unnið í neinu svona sko. Nei, ég hringdist í bíólínuna, fekk stundu bíó með það var eitthvað 904, 10, 12, þú veist, eitthvað mínútan á 299 og það svara einhverju bíógildru. Já, þannig að þú varst eða bara komið með vermiðan á bíó. Já, í raun og veru, ég held ég á henni svona 100 með á Tank Girl.
Tank Girl? Já, það mynd stelpa fram ofan á skriðdreka, myndi sem að sitja í álfabakkanum, sambíónum. Alveg rétt, ég man eftir henni. Þú veist, maður notaði bara það var svona kort sem maður fekk og fór síðan kannski okkur aðra myndir. Já. Þegar maður búin að fá, þú veist, maður gæti ekki alltaf fara á sömu myndina, sko. Nei, nákvæmlega, en ert þú típast eitthvað þátt í öllu svona leikjum? Nei, ég er ekki nógu tölugur, sko. Nei. Ég er svolítið laddur við það, sko. Já, en þetta, hún Herdís, hún verðist ekki mikið annað að gera. Nei, ég meina, það er einhver gæi á Ísafirði sem búin að vinna einhver sko 1000 geisladiska frá Rás 2 í gegnum tíðina. Manstu eftir honum? Hann var hérna í þættinum Andri á Flandri. Já, alveg rétt. Hann mikið í þessu. Hann er bara sérfræðingur í þessu. Hann bara ríkar lærið að ná inn en hann er með einhverja magic línu. Já, hann er með einhverja hæfileika í þessu. Fólk er með misjafna hæfileika. En bara hérna strax í næstu innkomi þá ætlum við aðtók hvað fólk segir hver er maður ársins og svo ætlum við líka að ræða þessa risa helgi. Það er stór helgi framöndan, maður. Já, það verður störa. Það er mikið af fólki að klára próf og svona, þannig að það verður ofboðslega mikið af fólki niðri í bæ. Já, það byrjar örugglega í kvöld. Ég sá 2 fyrir 1 á Austur og DJ Margir að spila. Og það trekkir ekki, þá veit ég ekki hvað. Þannig að 50 dagurinn, hann er að byrja. Já. Og svo er öll helgin framöndan. Við ætlum að taka hérna smá Michael Bublé. Þetta finnst mér flótlega án. All I Want for Christmas is You. Já, stúlkurnar hata ekkert þennan mann, Michael Bublé. Það er, önnungur stúlk á Facebook alltaf að posta einhverju lögum. Á hverju ættu að hata hann? Nei, maður segir svona að hann er hrikalega vinsæll á kvenfólki, en það virðist einhvern veginn allt vera að ganga hjá þessum manni. Maður sér það bara á honum, hann er með allt á hreinu. Þetta er hann Michael Bublé. Þú aðdáandi hans? Nei. Jú, alveg eins, en nei, ekki aðdáandi. Nei, þú getur ekki kallað það fan. Nei. En herðu, það var mikið búið að senda tölvupósta jólalag FN95 Blöð. Við erum búinir að spila, það var að spila 4:30, en fólk getur farið inn á vísir.is, farið þar uppi inn í útvarp sem er svona uppi á vísir.is og þar finnið þið jólalagið og getur hlusta á þar. En við Hjörvar ætlum að fara núna í maður ársins. Það styttist í jól og áramót, þannig að nú erum að gera að hringja í 511 0957 og segja okkur. Við krótum þetta niður og svo kannski látum við kjósa á Facebook einhvern síðar í byrjun næstu viku. Svo getum krýnt allan að mannin í þættinum á 50-dagina því að það er síðasti þátturinn okkar fyrir áramótið eða ekki. Jó, þannig að nú er bara spurning, hver finnst þið ykkur maður ársins? Hver finnst þið maður ársins? Mér? Ég ætla að gefa, ég valdi hetju ársins í daginn, en ég veit ekki. Það er allt annað. Já, ég veit að ég meina maður ársins. Björgólfur Thor. Björgólfur Thor, af hverju ósköpum? Bara hann á ennþá hellinga pening? Nei, hjörður eftir mikið. Herru, maður sjá, ég ætla að spyrja á hlustundur. FN95 Blöð, góðan daginn. Ég myndi segja að þú væri það. Ég? Já. Þakkaði fyrir það, kallið minn. Maður ársins, þakkaði kærlega fyrir þetta. Ertu að gefa Hjörvari Hafliða sinni eitt atkvæði? Nei, ytta. Já, vel gert, þarna þekki. Ok, takk fyrir þetta. Bæ. Já, Hjörvar er búin að skella. Ok, fáum eitthvað svona alvöru. Ég ætla ekki eins og setja þetta á blað. Maður sjá, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, voru að lækka þessi útarpinu fyrir mig? Já, það fyrir ekki. Hver er maður ársins, eða kona ársins? Jóhannes K.R. Kristjánsson sjálfsögðu. Fyrir umfjöllunina í vor, ungu sprautavíkla. Já, ok. Kompás Jóhannes. Já, hann var mitt atkvæði. Hann var þitt atkvæði, Jóhannes K.R. Kristjánsson. Já. Það var endar ríkala öflugu þáttur í þaukinu þann. Það var, rosavitt. En ertu ekki hress á hans? Jú, mjög hress. Ok, takk aðeinslega. Takk sem leið, bye. Herðu, við erum að velja mann ársins, FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver finnst þér maður ársins? Ívar Sigurðsson. Ívar Sigurðsson? Ívar Sigurðsson, býtu hver er það? Á Páfastöðum í Skagafirði. Á Páfastöðum? Já. Ok, okkur á hann skilið maður ársins? Af því að hann er bara ógeðslega awesome í vinnunni. Hann er awesome í vinnunni. Ok, takk aðeins fyrir þetta. Ekki máli. Takk, bye. Þetta er nefnilega máli, sko. Fólk er frekar núna að velja bara svona venjulegt fólk. Það er einhver tíska núna að vera ekki svona eitthvað hyggla. Það stendur ekki upp úr einhvern veginn. FN95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Hver finnst þér maður ársins? Ég er nú mikill íþróttafann og ég ætla bara að segja Heiðar Helguson. Heiðar Helguson. Maður ársins, já. Þetta er skemmtilegt atkvæði. Ertu kannski frá Dalvík líka? Nei, ég er nú ekki Dalvík, sko. Nei. Ok, herðu, takk hérlega fyrir þetta. Heiðar Helguson, Konublað. Ok, það er náttúrulega, hann er búin að standa sig vel með Queensberg Rangers. Heldur hann fái íþróttamaður ársins verður? Já, hlýtur að vera. Það? Kannski að, ef CrossFit-stelpan, það getur verið að vera... Já, Annie Mist. Já, ég veit ekki. Hún getur líka verið maður ársins. FN95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég er að segja Rúnar Kristinsson. Rúnar Kristinsson. Einhver hóttarðu káringur hérna ferður örugglega. Þá var maður káringur. Ok, takk fyrir þetta. Rúnar Kristinsson, komin á blað.
Ok, ég er samt að fíla, við erum að fá góða flóru hérna. Já, þetta er allur pakkin. Já, það er allur pakkin. Herðu maður sjá, við erum að velja mann ársins. Hvað er Jóhanna Sigurðardóttir? Er hún ekki honum náttúrulega? Það er þessi frábærlega starfi. Hvað á? Það er fyrir nýjum blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Gaf jólinn hann á persinu.is. Hvað segirðu? Gæði sem gaf jólinn hann sem gaf leiguna fyrir eitthvað. Já, ljúfmennið. Já, hann er samt unknown, sko, en þetta er náttúrulega eftir þvílíkur meistari. Já, ég verið að taka undir þetta. Þetta var fallega gert á hann. Hann borgaði hann á leigu og hitta og rafmagn og eitthvað svona fyrir hérna. Hvað er að kalla hann? Pressuljúfmennið eða? Pressuljúfmennið. Ok, setjum við. Hjöppi. Já. Hvað verður helgina? Mér langar svo að ræða við fótbolta. Hvað verður helgina? Austur á föstudaginn. Ha? Hjöppin verður mættur á austur á föstudaginn. Nei, ég tölum ekki að setja fótbolta. Þú hefur hrikalega gaman að þýður út af sjáminu þegar fólk koma að ræða við fótboltahörar. Já, ég hvet hlustum til að gera það. Þeir hitti Hjöppa, ræða hann boltan. En herðu, við erum að velja mann ársins, FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já. Það er Ívar Sigurðsson, hann var annað aðkvæði. Ívars, já, ok. Og takk fyrir þetta. Fyrir frábæra framistu á þjóðatíð. Fyrir frábæra, ok. Er þetta eitthvað grín? Takk aðeins. Nei, ég veit ekki, ég þekki ekki mannin. Má sjá, FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn, ég er að Kjartan Atli Kjartansson í körfunni. Kjartan Atli, K.J. rappari og körfuboltamaður. Já. Kjartan Atli fyrir þitt atkvæði. K.J. Takk fyrir þetta. Glæsilegt vinnur. Takk fyrir það. Herði, já, við erum að velja mann ásins. Ég satt svolítið að fá ekki konur hérna á blæði. Já, það eru fáa konur. Hjörra, þú vilt fá Jóhannu Sigurðardóttir. Ég er bara svona í stakk upp á henni. Já. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Ég kýs klárlega Jóhannu Sigurðardóttir. Já, hún komin á blað. Komið tíma á það. Nei, anskotin. Herru, Benedikt Guðmundsson. Benedikt Guðmundsson, þjálfari Þórs Þorlákshafnar. Já. Ok, takk hérna. Ok, bless. Hann hefur gert unni kraftaverk hérna á Þorlákshöfn. Já, hann, veist, er hann maður ársins samt? Ég þekki Benni steikti, en topp gaur, sko. Herru, FN 95 blöð, góðan daginn. Hæ. Hæ, nú Svepp út af hann er feitur. Svepp? Nei, og ekki svona. Þetta er ekki fallið. Segðu fyrirgefðu. Segðu kallaringan feitan. Það er ljótt. Já. Segðu fyrirgefðu ef að Sveppa heyrir þetta, núna í útvarpinu. Fyrirgefðu svo því. Já, en Sveppa þið er nú svo skemmtilegur, ekki? Jú. Ok, hvað heitir þú? Dalmar. Dalmar, gaman að heyri þér, Dalmar. Bless. Já, aðeins stemning að það bakvið, það hefur verið að halda partíur um allan bæ. Ég heyrði bara þessi var að klára prófin og er að fara að skvetti í sig. Nei, þessi voru... Já, hún var svona 10 ára, þetta var djókjör á, sko. Já, þú voru að passa það, sko. Ég er að djóki... Ég var að tala um að wú að það bakvið. Herðu, við erum að velja mann ársins, við erum að fá hérna síðustu atkvæðin. Maður sjá FN 95 blöð. Halló. Já, maður ársins. Maður ársinn. Já. Já, takk fyrir það. Hvað herðu maður sjá? FN 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Þetta er hljómar eins og kom eitthvað viti núna. Hvað segirðu? Ég myndi alltaf að segja Páll Óskar, sko. Páll Óskar. Það má ekki gleyma honum. FM 957 íkonið, Páll Óskar Hann er bara bestur og æðislegastur og rosalega góðhjartaður og bara kemur vel fram við alla og hann er bara frábær. Já, ég veit að hann rópar á Facebook og fær 1000 like, það er bara þannig. Já, nákvæmlega. Herru, takk aðeinsla. Páll Óskar kom með fyrsta atkvæðið sitt, við erum að velja mann ársins, það eru gefum 5 hlustundum viðbútt. Já, svona sjá, FN 95 blöð. Góðan daginn. Herru, Ótti, þú farið mitt atkvæðið, sko. Makkaði fyrir það, kallið minn. Herru, hvílíkur titlingur! Já, hvílíkur titlingur, takk. Og maður sjá, FN 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, við erum að velja mann ársins. Já, það er engin spurning, það er Gunnar á völlunum. Gunnar á völlunum. Gunnar Sigurðsson grínisti. Já. Þið finnst hann fyndinn. Hann er mjög fyndinn. Já, hann stóð sér vel í sumar, ég er ánægð með þetta. Gunni samloka. Ok, takk Gunnar. Já, takk. Maður sjá, FN 95 blöð, 3 eftir, þannig að láttu þitt atkvæði telja. Halló? Já, hvað séu, maður ársins? Herru, Högni bóndi Ósi fyrir að segja Sim og Jóa séu fáið. Ok, takk fyrir þetta, Önnur. Högni kom með eitt atkvæði. Högni bóndi? Já, FN 95 blöð. Já, blessar sæll. Ég held að ég bara vera að gils fyrir að vera algjör höfðingi. Já. Ok, takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta atkvæði. Gilsæn er komin hérna á blað. FM 95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað er að frétta með þessu atkvæði maður? Já, maður spyr sig. Eru Animist klálega. Animist. Er þú sjálfur í CrossFit? Já, reyndar. Ok. Fórst að gráta þegar hún vann?
Já, algjörlega, ég bara svaf ekki, sko. Þetta var rosa flott hjá hann að vinna þetta. Já, stórkostlegur á hann. Þetta er klálega heiður, sko. Já, tökum það ekki að henni. Glæsilegt. Herru, takk aðeins fyrir þetta. Já, Hjörvar, þá viltu taka einn? Einn, ok. Maður ársins, síðasta atkvæði, láttu að telja, hver er þitt atkvæði? Hver fær þitt? Páll Óskar. Það er Páll Óskar. Pálli, það er ekki hægt að rakka það niður. Þvílíkur snillingur. What a man. Herru, takk fyrir. Já. Herru, Hjörvar, hvað fengum við út af þessu? Þetta var, við fengum fullt af skrýtnum atkvæðum og Páll Óskar er hérna sterkur á blaði. Já, Páll Óskar er hérna Animist. Það er engin svona Jóhannes Kár Kristjánsson hérna Kastljós og hérna Kall. Rúna Kristinsson hjá KR. Já, ég saknaði þess að Jón Bjarnason hérna sjáur út og svo þegar það hefði ekki fengið neitt. Já, það fannst það leiðilegt. Ég svona, sko oft hefur það verið þannig að þetta hefur kannski bara, fólk hefur bara dótt einhvern einn í huga eða eitthvað slíkt. Ég held kannski einhverju myndi velja Ólaf Ragnar Grímsson. Já, ég held að það myndi vera þetta kannski ekki svona kannski FM-íkon. Nei, ég skilji, þetta er náttúrulega okkar hlustendur. Hver er maður ásins að þínu mati hérna í lokin? Á okkar mati, Hjörvar. Hver er? Já. Kennist þið maður ásins? Þú ert nú bara að hlusta? Ég er bara ekki með það, sko. Þú ert ekki með það? Þetta er erfitt. Það var enginn sem skaraði fram. Þetta var þannig ár. Leiðinda ár, maður. Er þetta leiðinda ár? Nei, reyndar ekki. Var það ár fyrir þig persónulega? Nei, það hafði sínar hæðir og læðir, ef við ekki orðað það þannig. Og það er fínt að sjá koma nýtt ár. Sirius og Ballerína Keks kynna Litlu Jól FM 957 í Skautahöllinni Laugardal föstudaginn 16. desember frá 17 til 19:30. Komdu og upplifðu sannkallaða jólastemmingu með okkur í Skautahöllinni Laugardal. Heitt súkkulaði frá Nóa Sirius og Ballerína Keks fyrir alla gesti og að sjálfsögðu mætir jólasveitnin með pokan sinn. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Skautaðu með okkur í kringum jólatrið næstkomandi föstudag. FM 957, Nói Sirius og Ballerína Keks. Gleðileg jól. Viltu vera hrókur alls fagnaðar og bjóða alltaf 10 manns í hádegisverð á La Luna Trattoria, Rauðarárstíg 37. Á hverjum 50 degi í morgunþættinum Magasín drögum við út heppinn einstakling sem fær að bjóða alltaf 10 manns upp á eldbakaða pizzuveislu í hádeginu á La Luna Trattoria. Send okkur post á magasín.fm og þú ferð í pottinn. La Luna sérhæfir sig í ekta ítalskri matagerð þar sem eldbakaðar pizzur, fjölbreytt úrval af pastaréttum og ítölsk matastemming er í hávegum höfð. Magasín á FM 957 og La Luna Trattoria. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. Players kynnir í fyrsta sinn saman á Players skítamórat ásamt hinu vinsala jóladiskó á laugardagskvöldi. Athugið, kvöldi byrja snemma, sjá nánar á players.is. Á Korputorgi er allt á einum stað og á betra verði. Opið til klukkan 10 í kvöld. Korputorg, meira úrval, betra verð. Jólaball Reykvík, Faktori og Smirnoff, laugardagskvöld. Naturfrisk Engifjöröl. Gleðilegur jóladrykkur. Hamborgarabúla Tómasar. Hamborgar í hádeginu, steikborgar á kvöldin. Hamborgarabúla Tómasar. iPhone 4S frá 144.990. Kíkt í Makkland og nældu þér rétt kvikindi. Makkland, Klappastíg 30, makkland.is. Bláfjöll er frábær jólagjöf. Vetur á kost á tilboðsverði aðeins í desember. Skíðasvæði.is. Fullkomnaðu stemninguna með fylltum skeljum og pípmólum frá Nóa Sirius. Guarda la luna, guarda le stelle, guarda tutte le cose si sono belle. La Luna Trattoria. La Luna, ekta ítalsku veitingastaður, Rauðarárstíg 37. Simpson í kvöld. Stuð og stemning með Eyþór Inga úr bandinu hans Bubba og Óla Bassafandi. Túborg og Simpson. Fender kassa og rafmaskítarpakkar. Þú getur treyst á Fender. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnurhlíð Akureyri. Hljóðfarahúsið.is. Þetta er grænt og legur á nefnunar. Fór. Já. Þetta er annað orða á yfir rassinaður. Afturönd. Já, glæsilega. Þetta er í skólastofum og þú er með svona hvítt til að skrifa á þetta. Tefla. Já, og það sem að nota til að skrifa. Krít. Hann slæði. Fjölskyldu alias fast í Haku.
Dr. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrja klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frítskot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Full verslun af flottum Outfitters Nation jólafatnaði. Frábært verð. Outfitters Nation, Kringlunni. The four of us are all that remains of the Paramount kynnir Mission Impossible Ghost Protocol. Nothing can be left to chance. Geðveik mynd sem þú verður að sjá í bíó. Mission Impossible Ghost Protocol. Frumsýnd 16. desember. Hvað það kallað? Nema réttatis! Þegar aðeins þú getur bjargað heiminum. Það kallað frábærleiki. Kung Fu Panda 2 frá DreamWorks. Komin á DVD og Blu-ray. Guskus á NASA. Guskus tónleikar á NASA laugardaginn 17. desember. Finnlandia glaðningur fyrir þá fyrstu. Guskus á NASA. Leikföng. Leikföng í Krónunni. Lækkað verð á leikföngum, afnemum vaskir af öllum leikföngum. Krónan fyrst og fremst ódýr. Jóla Bertóni jakkafötin komin. Herra Hafnarfjörður. Jólaball Reykvík. Framkoma Þórhallur Skúlason, Óli Ofur, Karius og Baktus, Orange Volante, Steve Sampling, Juan Solo og Hregg. Factory og Smirnoff í jólaanda laugardagskvöld. FM 95 Blö í boði. Við hjálpum þér að brúa bilið jólin. 1 SMS í 1919. Kredja. Lakkeról og þú týnist í kynnslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Já, Hjörvar, það styttist í, þú sagði við með án að þetta væri bara einn stærsta partíhelgi ásins. Ég heyrði þetta frá einhverjum sérfræðingi og hann sagði að hérna allt brjálað helgina. Já, ég vil reyndar óska öllum þeim sem að hlusta og eru búnir í prófum hjartalega til hamingju. Já, hvað er langt síðan þú upplifir þetta, að vera búinn í prófum? Ég veit ekki, ég held þú vitið það nú manna best að ég er ekki mikill námshestur, sko. Þetta er alltaf svolítið góð tilfinning að vera búinn í prófum. Já, hvernig varst þú síðast búinn í prófum? Er ekki bara fjölbrautinn? Þú átti ekkert háskóla? Jú, ég gerði þarna garðinn frægan en kláraði ekki. Í háskólanum? Já. Nú, hvað varst að læra? Fór að læra hérna stjórnmálafræði. Já, ok. Það er þetta að geta henda þér ágætlega. Já, það gekk ágætlega. Já, svo bara hætti ég því. Já, ég gerist ekki svo góður á háskóla. En það síðast þegar ég kláraði próf, ég veit það ekki. Það hefði ekki verið svona 98, cirka, 99. Good shit. Good shit. En þannig ég þekki ekki þessa tilfinningu að ég er búinn að gleyma þessari tilfinningu. Hvernig maður... Þetta er voðanett. Þetta er alveg rullunett, sko. Ég þetta mann þegar ég kláraði samrænduprófin, þá var ég alveg brjálaður. Mér fannst það stórkostleg stund, fór á Pollan og fekk með pítsu og ég náttúrulega drakk ekki á þeim tíma þannig, en ég fagnaði því gríðarlega. En ég var að spá í fyrst það er nú svona helgi, ef ekki að ringja í einhvern góðan partypinna sem er með putun á púlsinum. Hvað er að gerast helgina? Já, við slum að heyra bara í konginum. Við ekki vera að... Þú að taka Kolbaran? Já, ég nenni ekki að heyra einhverjum. Nei, við ætlum að ringja henni aðeins í Ásgeir Kolbins og það er líka alltaf gaman að heyra í svona einhver FM legendi. Já, hann hafði þetta á sér... Hann var risa aðdáðandi á hópinn á FM 957. Þetta er maðurinn sem las bréfið alltaf inn í gamla daga. Já, auðvitað vinsæll og farsæll útvarpsmaður hér hjá okkur og... Rekur sinni eigin skemmt í stað núna? Já. Er það Cold Machine? Jú. Jó, Kolb. Big Kolb. Hvað segir Kolbarinn? Sýkala góður, sko. Ekki? Jú. En við erum að tala stærstu helgi ásins, eina af þeim núna sem er í vændum. Já. Hvað er í gangi á þér? Helgina? Já. Á austur. Það er bara allt í gangi helgina, sko. Byrjar náttúrulega bara í kvöld. Byrjar í kvöld, já. Þetta er sem ég er að segja. Það er náttúrulega 50 dagur, en þá er þetta strax byrjað. Hvað er hjá þér í kvöld? Já, við erum með Margeir, DJ Margeir í... Já, þannig að Jónguna verður þá fyrstur á svæðið hjá þér? Já, ég held að það sé mættur. Já, það kemur ekki á hort. Hann er að fá sér að græða sig, sko. Og hvað er svo á föstu á lögða? Ég er ekki búinn 5 dagir, sko. Já, Læti þér. Já, sorry. Nei, það er síðan alltaf helgina er bara almenn stemmingur maður segir. Þannig þetta er lúks, alltaf. Já, það er snillíkur. Já, það er mikið snillíkur. Já. Helgin er náttúrulega, við segja, þetta er hrikalega stór helgi, greiðalega var ekki búin í prófum, háskólar og annað. Erst þú búin í prófum, Ásgeir? Ég bara var ekki í prófum, sko. Nú, ok, mér finnst þess að þú sett einhvern veginn alltaf í skóla. Ertu hættur í sálfræðinni? Ertu búin með hana? Nei, ég er ekki alveg búin með hana, það er eitthvað eftir henni. Nú, ertu að high school dropout? Ertu hættur? Nei, ég er með það erfitt vandamál, ég er með vini mína í sálfræði rannsókn. Gengum illa að fá niðurstöðu það og bara prófessor yfir höfuð að skilja með skrifum. Ok, en Cold Machine, Cold Father, Colby Colb, hvað er langt síðan að þú varst á FM?
Það nú orðið eitthvað maður. Hvernig varstu síðast hérna í útsendingu FM 957? Þú veist náttúrulega, við ætlum að hafa þetta jafnvel sem bara lið hjá okkur að ringi í FM Legends. Já, það rosa fyndið sko, ég rekst ennþá á fólk sem svona einhvern veginn, hitt mann geðist lengi og svona, já, þú ert þarna, þú ert á FM eða ekki þá? Jú, ég var það einmitt síðast 2000 og hvað kallar við, 4-5? 2004-2005, já, þetta er svona helviti langt síðan. Já, hvað fyrir sko. Já, saknar ekkert FM dagana? Já, þetta er alltaf gaman sko. Já, við sittum inn í stúdíón í endalausri gleði, þú manns hvernig þetta er. Já, ég menn það er bara þannig með útvarp er svo ríkala skemmtilegu niður, það er, jú, bara klæja átt í puttana, við erum svona 1 þátt í viku. Já. Ég ætla að öfunda oft Sim og Jóa, við erum 1 þátt á bylginu, bara lögatugum. Já, reyndar, ég verð að viðkynna, ég öfunda á pínu á því líka, það er kósí. Það getur bara verið með bara 2 tíma á viku í stæðan fyrir að vera alla daga. Já, það er rosa fínt. En hvað með sjálfnaði helgina? Verður þú bara að vinna eða ætlar að taka tjútið? Já, maður er að taka mót þessu fólki, ég er á hreinu. Já. Ertu að vinna allar helgar, Ásgeir? Já, maður er alltaf að vinna, sko. En segðu okkur strákanum, ertu að droppa 2-3 í þig þegar þú ert að vinna? Nei, ég segi það nú ekki. Maður fæði sig kannski kaldan svona rétt fyrir vakt. Já, og svona reynir að vera svolítið mjúkur og skemmtilegur. Já, það er bara standard, sko. En þú veist, ákveður ætti maður samt frekar að vilja heimsækja þig en einhvern annan helgina? Þetta er spurningalist þetta, maður. Ég meina, hei, ég er að læra útvarp hérna. Þú mátt okkur á því að í kvöld náttúrulega margir og fyrir það sem að þekkja flotta tónlist þá er DJ Margir náttúrulega legend. Það er bara heilu stund. Þannig að fá hann í kvöld er náttúrulega bara frábært og síðan vona það, þá erum við sko 2 fyrir 1 á jólabjór. Þegiðu, 2 fyrir 1 á jólabjór. Já, það er náttúrulega bara ástæðið til að koma. Og síðan erum við jólamojito sem er sér bruggaður af kók. Og hvað er í jólamojito? Það er bara secret ingredients. Já, ok, þú mátt ekki gefa það upp. Er það jafn gott og jarðabrauð mojito? Betra. Það er aðeins betra. Það er einhverju auka úti sem er... Mér er alveg saman á þessi gei að panta sér jarðabrauð mojito og mér finnst hann æði. Ég hik ekki við það, sko. Nei, ég hik ekki við það. Við ætlum að fá eitt jarðabrauð mojito, já, ok. Og 3 rör. Já, það er bara fyrir. Sen setur maður svona niður á borði og... Finnst þér gei að panta sér White Russian? Akkur? Nei, ok, takk fyrir það. Dude, hefur ekki hort að byggla báski? Jú, en þetta er náttúrulega rjómi bara og... Ásgeir Kolbeinsson, hvað pantað þú þér á djamminu? Segðu okkur það. Ég er bara basic, sko. Þetta er vodka, sóta, gin tónik, sko. Já, það eru ástæðan fyrir þessu línuðinum. Þú ert alltaf í toppformi, Ásgeir. Það er bara, þetta sest í gutanum, sko. Það er ekki margir 45 ára þarna úti með 6% fit á sér. Það er að því. Þetta er rosalega leiðilegur. Ég er að stríða. Herðu, ég er nú leiðilegur. Við erum að ringja hérna og spyrja hvað að frétta þér á staðnum helgina. Þetta kallast engin leiðindi, þú veist það. Þú ringir í mig þegar ég verð 45 ára og segir þetta. En Kóp, er þetta ástæðan fyrir að þú drekkur alltaf þess að drikki vatn og svona? Er það að þú meðvitaður meðvitaður Það er bara svolítið. Það er svolítið. Þetta er eitthvað sem maður þarf að fara að pæla í nú þegar maður er að detta á fertugsaldurinn. Ég held reyndar að sko, stór hluti af þessu sé líka það að það hefur engin, og það meina engin gaman að vera með Timberman daginn eftir. Já. Nei. Og við erum í einhverjum svona drikkjum sem eru minnst sigraðið, það er heila, skaldun á bakvið það. Já, það gæti útskipt ástandu á mér stundum þegar ég er búin að taka vodka Red Bull heila helgi. Svolítið. Já, eins og það er ríkala góðu drikkur. Tennurnar á mig límda saman og hugurinn farinn. Þá er ég mjög lítill í mér einhvern veginn í þingunni líka. Ég þoli það ekki þegar ég vakna þunnur. Þunnur í sálinni. Já, nákvæmlega, þegar sálinn er þunn, þá er maður í vesinni. En Ásgeir, gaman að heyri þér. Við verðum í bandi. Þetta var Cold Machine. Herri, vissið þú að það er leikmaður í NFL held ég, sem spila fyrir Arizona Cardinals sem heitir Kevin Kolb. Kevin Kolb? Já, K-O-L-B. Og er það Kolb á treyjuna? Aftur á treyjuna, sjá. Ég er að fara núna inn á netið og ég ætla að panta hana. En það er búið að biðja mikið að við strákarnir spilum jólalega aftur. Það er endar orðinu rúmu klukkutíminn spilað. Það er ekki þannig á FM að þú ert með vinsælt lag. Já, ég meina við kallum þetta powerhlustun. Nei, powerspilun. Já, það er powerspilun á laginu Jólin, Jólin, Jólin. Þetta er FM 95 Blö og Stop It Go með splungun í jólalag. Þú getur líka að fara inn á vísi.is, þar inn á útvarp og fundið það. Þá getur líka séð það á Facebook og svona sem verður skemmtilegt fyrir okkur strákarna. Nú skulum heyra lagið aftur, Jólin, Jólin, Jólin. Kæru hlustendur, það eru jólin, baby. Þið viti hvað tímið það er. Já, þetta er kannski, þetta er ekki jólalegasta lagi heimi, en við ætlum líka að gera harðasta jólalega allra tíma. Það var svona stefnan, sumár þarna sem að kannski ekkert endilega heima í jólalagi, en vona fólk fyrirgefi það. Hvað er besta samt útlenska jólalagi, viðstu þú ákveða að nenni sé besta íslenska? Mér finnst alltaf best, ég er búinn að segja áður, Holy Night. Mér flottu partur hann að Fall on your knees
Cheese, það er eitthvað... Mér finnst það betra að Cartman tekur það. Já, það er mjög gott sko. Það var reynda ágætt að það sem var stöð 2 auglýsingunum. Já, það var reynda mjög gott. Last day at Christmas. Já, syngdu það. Someday at Christmas. Akkurat þetta. Það er reynda mjög. Svo fínt þetta Smashing Pumpkins lagið. Já, ég er búinn að spila það mikið hérna. Þú er svo ekta þetta á landi. Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Live, hvað er að því að fíla þessar hljómsveitir? Three Doors Down. Ég skammast mér hvorki fyrir að fíla þessar hljómsveitir nefur utan á landi. Nei, ég er reynda stoltur að það sko. Já, takk fyrir það. Fílir nettur nógi sko. Takk fyrir það. Það er hins vegar, það er komið að lokum hérna hjá okkur Hjöppenik hér í dag. Við þökkum ykkur kjallaði fyrir hlustununa og óskum ykkur, vonum bara þeir gangi hægt gleðina dyr í kvöld fyrir ykkur sem er að fara út á lífið. Við krínum mann ársins, næsta 50. Hörrar. Jú, við ætlum að gera það og geymum hérna atkvæðin. Við geymum hérna atkvæðin, við ætlum kannski að spyrjast fyrir þetta á Facebook síðu þáttarins, hver sé maður ársins og endilega kommenta á það þegar það kemur. Já, og þið hérna sem er ekki búin að læka ef við nýjum við blöð sem sagt inn á Facebook, endilega gera það, þannig að þið getið tekið þátt í þessum leik okkar, maður ársins. Herðu, ég verð mættur hérna morgun með gestastjórnanda. Það er orðið þannig að það eru gestastjórnandar á föstudögum, þannig að fylgist þið með því klukkan 4. Hjöppi, takk fyrir daginn og ég ætla að spila hérna lag sem er sikarlega vinsælt þessa daginn á stöðinni. Það heitir People Help the People. Herðu, einast á morgun. Dillon og Viking kynna Rockquiz á 50. Rockquizi byrjar klukkan 21 á annarri hæð á Dillon. Frýtt skot fylgir öllum drykkjum til miðnættis. Stöðin býður nú hágæða kaffidrykki á afslætti með orkulyklinum. Þurrkaðu því bara mjólkurskeggið framan úr andlitinu. En ekki brosið. Stöðin. Látum þessa ljúfu, heiluna tóna líða viðtækið og leyfum stressinu að